Já, komið öll blessuð og sæl. Það var gaman að fá að heyra góðan söng í sambandi við barnasálmana. Ég reikna með því að þú hafir fengið lexíu fyrir þennan ársfjórðung og efnið sem á að fara yfir er allt fagnaðarerindið. Getum við slökkt ljósin hérna á sviðinu, svona. Og mér langar til þess að leyfa mér að rifja upp með okkur öllum hvernig Guð fer að því að frelsa okkur mennina heim í sitt ríki. Við komum svolítið inn á það síðasta kvöldag, hvernig fallið átti sér stað þegar maðurinn féll og varð syndugur. Hér sjáum við tjaldbúð þá sem að Guð vildi að Ísraelsmenn reistu og hún var ekki síður falleg sjón að næturlagi þegar að eldsúlan hvíldi yfir hinu allra helgasta og ljós voru tendruð bæði í tjaldbúðum og í námunda við musterið. En eins og ég sagði, ástæðan fyrir því að þessi tjaldbúð var reist var vegna þess að Guð vildi fá að búa meðal okkar mannana. Í dag höfum við ekki þessa tjaldbúð, en við höfum kirkjuna. Við höfum samkomusalinn, þar sem að Guð þráir að fá að hitta okkur. Og ég veit að ég hef oft vitnað í þetta orð, en það er sótt í fyrsta versið í Hebreabréfinu 9. Reyndar ekki í íslenska textan, hann skilar ekki þessari merkingu. En þar er sagt að hinn fyrri sáttmáli hafi verið réttlætis þjónusta sem loforð. Gamli sáttmálinn sem Páll talar í 8. kafla Hebreabréfs, það er sáttmálinn sem var til sem loforð þangað til að Jesús kom og staðfesti loforð sitt að frelsa okkur mennina. Og hvort sem að þjónustan er tjáð með táknmyndum eins og í sambandi við helgidómsþjónustuna eða með berum orðum, þá er þessi þjónusta þannig að það er Guð sem að frelsar. Það er ekki þú sem að frelsa sjálfan þig. Öll önnur trúarbrögð í heiminum, þau eru byggð þannig upp að þú frelsar þig með svokölluðum góðum verkum og alls konar helgisiðum. Og ef þið tekst ekki að gera það í þessu lífi, þá getur þú gert það í næsta lífi. Því að þú endurholgast þangað til að þú ert orðinn svo góður að svokallaður Guð getur tekið á móti þér. Þetta er ekki til í Biblíunni. Þetta er algjörlega framandi fyrir Biblíuna. Við mennirnir, við getum ekkert gert til þess að frelsa okkur sjálf. Og það er raun og veru ekki fyrr en við stöndum andspænis þessu að við finnum okkar þörf fyrir Jesú Kristi. En öll þjónustan sem fer fram í táknmáli í helgidóminu, hún er til þess að frelsa okkur. Og við ætlum að byrja hérna í forgarðinum, en hér mætum við auðvitað altari og það er eldur á þessu altari.
og eldurinn hann táknar nærveru Guðs. Og í Biblíunni segir að Guð sé eins og eyðandi eldur gagnvart syndinni. En það sem að getur hjálpað okkur þegar við stöndum andspænis þessum eldi er það sem að Biblían kallar fyrirgefning. Og mér langar stuttlega að rifja upp þrenns konar fyrirgefningu sem að nefnd í sambandi við þetta fórnaraltari. Í fyrsta lagi þá það hin daglega fórn. En hún var þannig að hún var á altarinu 24 tíma sólarhringsins. Og í ritningunni okkur ekki greint frá því hvers konar syndir þessi fyrirgefning fyrirgefur. Og þess vegna hefur svo ályktun verið dregin að þessi fórn, hún fyrirgefur allan þann ófullkomleika sem til í lífi okkar en sem að við sjáum ekki. Og ég hef aðeins heyrt 2 menn á minni ævi sem hafa haldið því fram að þeir gera ekki neitt rangt. Annar þeirra hafði reyndar fengið sér súkkulaðimóla í vikunni, en burtséð frá þessum súkkulaðimóla sem hann hafði stólist til þess að fá sér, þá vissi hann ekki til þess að hann hefði gert neitt rangt. Og það dálítið hættulegt, vinir, að eignast þessa skoðun sjálfan sig, að það sé ekkert að mér. Og þó svo við séum ekki að gera neitt rangt viljandi, að bara að hafa þessa skoðun á sjálfum sér stórhættulegt. Við þurfum að búa yfir auðmýkt og viðurkenna það að þó svo við séum ekki vísvitandi að gera eitthvað rangt, þá erum við samt ófullkomin og það meira segja daglega. En þessi stórkostlega fórn, hún var þarna á altarinu 24 tíma. Þannig að þú getur treyst því að í augum Guðs fyrirgefningin búin að hreinsa þig af öllu því sem rangt er. Næsta fórn sem ég ætla aðeins að nefna, það hin svokallaða syndafórn. Hana þurfti að færa ef menn gerðu eitthvað án þess að hafa ætlað að gera það. Og það nú oft þannig með okkur mennina að við hrösum þannig að við segjum eitthvað, það kannski fíkur í okkur og við látum misjafnlega heppilega orð falla og það svo margt sem hægt að tína til sem að maður helst ekki vildi hafa gert en gerði engu að síður. Og Guð það strangur uppalandi að hann vill að við berum ábyrgð á því. Og hann vill ekki að við komumst upp með það að segja ég meinti þetta ekki, ég ætlaði þetta ekki. Ég hefði viljað hafa þetta allt öðruvísi. Nei, segir Guð, þú viðurkennir og tekur ábyrgð á þinni hegðun, á þínum orðum og þú biðst afsökunar. Og ég held að ef við höfum þetta sem veganesti á lífsleið okkar, að þá munum við þroskast þannig að við berum meir og meiri ábyrgð eftir því sem á líður og við erum ekkert að fara undan í flæmingi til þess að verja okkur sjálf þanniglega séð. Þannig að Guð vill að við berum ábyrgð og ég held að sé gott líka að kenna börnunum okkar
þegar þau gera eitthvað sem þau ætluðu ekki að gera þau samt ábyrg á því. Því að það gott að vera alin upp með ábyrgðartilfinningu gagnvart bæði þessu og hinu. En svo það næsta fórn sem að mér hefur alltaf fundist vera jafn ótrúleg. Og það fyrirgefning fyrir synd sem að ég drýgi með vilja og vísvitandi. Og ef að þessi fórn væri ekki tilvinir, þá væri ég ekki kristinn aðventisti í dag. Ég væri búinn að vera. Þegar ég hef drýgt syndir sem ég vissi að ég átti ekki að koma nálægt. Og ég gerði það samt af því að syndin, hún var góð á bragðið stundarsakir. Og ég ætla ekki að tína til hvað það var sem að gerði það verkum að ég gerði slíka hluti. En við getum tekið Davíð sjálfan sem dæmi hér fyrirgefningu viljandi syndar. Hann sá Betsebu, og þú ættir að lesa ljóð Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi í ljóðasafni hans Svartar fjaðrir, þegar hann að lýsa Davíð og Betsebu. Þarna maður á ferðinni sem skilur mannlegt eðli og hvað við mennirnir getum gert á þess að hafa viljað gera það fyrirfram. En hann sér þessa yndisfögru konu þar sem að hún að baða sig á þaki hús. Og Davíð hafði auga fyrir fögrum konum. Það hafði líka sonur hans Salomon. Og út af fyrir sig get ég alveg skilið það. Því að mér finnst konan gríðarlega fögur sköpun. Eitt af því alfegusta sem frá Guðs hendi hefur komið. Og það sem að heillar mig líka í sambandi við konuna hvernig hún hreyfir sig, hvernig hún gengur. Og þessar hreyfingar sem að við eigum ekki sem karlmenn, af því okkar hreyfingar miklu grófari. Það svo smalt í lagi, en konan að mínum mati alveg yndisleg sköpun frá Guðs hendi. Og það sem að Davíð nú gerir að hann býður henni heim til sín. En það sem verra var að hann gerir það að verkum að þau drekka sig blind full. Og síðan leggst hann hjá henni. Og við vitum ekkert hversu oft hún kom í heimsókn, en hún verður ófrísk. Og þá skilur Davíð það að það muni komast upp hans ljótu aðgerð. Svo hann kallar mann hennar heim, sem Hetíti, ekki Ísraelsmaður, og einn af bestu hermönnum Davíðs, og hann kemur, og Davíð vill að hann gangi inn til konu sinna. Hann segir nei. Á meðan að mínir hermenn að berjast í fremstu víglínu, geng ég ekki inn til konu minnar til þess að njóta lífsins. Þannig að Davíð fær hann ekki til þess að ganga inn til konu sinnar, í vonum að hann myndi þá sofa hjá henni og geta sagt þetta barn hans en ekki mitt. Þannig að ofan á það að stela annars manns konu, þá reyndi Davíð að beita fyrir sig lygi.
Síðan það að hann sendir hann aftur á vígstöðvarnar og segir við yfirmann hersins: sjáðu til þess að hann berjist eins nálagt borginni og hægt og sjáðu til þess að hann hafi hérbil engar varnir í kringum sig, í vonum að hann yrði drepinn. Og hann var drepinn. Þannig að hann stelur annars manns konu, hann drýgir hór, hann lýgur og hann myrðir eiginmann konunnar. Þetta eru 4 svakalegar, viljandi syndir. Og þetta konungur landsins. Þetta ekki einhver bara kall út í sveit. Og Davíð svo blindur á sjálfan sig að Guð verður að senda honum spámann til þess að opna augun á honum. Og þegar að Davíð heyrir dæmisöguna manninn og lambið, þá segir Davíð: þessi maður sem stal þessu eina lambi, hann dauðasekur. Og Natan segir við Davíð: já, það rétt, Davíð, en þú ert maðurinn. Hugsaðu ykkur, þú ert maðurinn, Davíð. Og ég reikna með því að Davíð hafi verið brugðið þegar þetta á sér stað. Og það eru 2 sálmar eftir Davíð í sálmum Biblíunnar sem eru mjög þess virði að lesa. Það sálmurinn númer 32 og númer 51. Davíð semur þessa 2 sálma þegar að Natan spámaður hefur komið til hans. Og hann segir: sæll sá maður sem hefur hlotið fyrirgefningu syndanna. Og það annað sem hann segir í sálmunum númer 51. Guð, taktu aldrei frá mér þinn heilaga anda. Því að ef þú gerir það, þá mun ég gera þetta sem ég nú búinn að gera aftur og aftur og aftur og einu sinni enn. Davíð segir: Guð, ég á engan möguleika á því að ráða við mitt synduga eðli nema að þú komir mér til hjálpar. Svo þessar 2 bænir flytur Davíð, því hann gerir sér grein fyrir eigin veikleika, syndinni sem hann hefur drýgt og hversu hjálparvana hann án Guðs hjálpar. Já, Biblían hún orðar þetta þannig að ef að Eþíópíubúinn getur breytt sínu dökka hörundi í ljóst hörund, þá getur þú, syndari, breytt eðli þínu. Og ef að pardustýri getur losað sig við flekki sína af sjálfsdáðu, þá getur þú sem syndum vafinn líka gert það sem gott en það ekki hægt. Án þess að eyða miklum tími í það að þá voru til ýmsir heimspekingar á 18. öld í Frakklandi. Við getum nefnt Rousseau, við getum nefnt Voltaire sem að flestir þekkja. Það voru ýmsir aðrir heimspekingar á svipuðum tíma, eins og Kant og Spinoza og fleiri. Og þeir hötuðu hina kristnu kirkju. Það mjög skiljanlegt að þeir hafi hatað hina kristnu kirkju í Frakklandi, því að hún nýttist á hinum almenna manni svo ofboðslega að almenningur átti hvorki brauð né tusku til þess að hylja líkama sinn með. Og þessir heimspekingar þeir
fyrirlitu kirkjuna og boðskap hennar sem birtist þannig í verkum. Og þeir voru sannfærðir að þeirra heimspeki myndi bjarga Frakklandi. En taktu nú eftir því sem ég segi núna. Þeir komust að raunum að þrátt fyrir góðar óskir og góðan vilja þá réði ekki girndin sem býr hið innra með okkur mönnunum við illskuna. Þannig að girndin gaf eftir fyrir illskunni þeirri sömu illsku og girndin gaf eftir fyrir hjá kirkjunni. Og það var ekkert sem að svekti þá, ég má nota svona ódýrt orð, það var ekkert sem að svekti þessa heimspekinga eins mikið og svo staðreind að þrátt fyrir góðar tillögur og góðar hugsanir og fagrar ætlanir þá réði maðurinn ekki við girndina sína sem birtist í eigingirni og blossaði upp í frönsku byltingunni. Þetta skildi Davíð. Og vinir, það þegar við skiljum þessa fátækt að Jesús segir, sælir eru fátækir í anda, sem sjá fátækt sína eins og Davíð og gera eitthvað í því, biðjast fyrirgefningar og leita eftir anda Guðs sér til hjálpar. Slíkur maður sæll í augum Guðs og hann mun fá hjálp. Það hægt að tala fleiri fórnir en þessar en við ætlum ekki að gera það í dag. Hér kemur sérstakur boðskapur til kirkju Guðs á hinum síðustu dögum. Jesús stendur við dyrnar hjá mér og það hefur vaxið upp illgresi af því að ég hef ekki stundað því kristna líf. Það engin hurðarhúnn að utan og það eina sem Jesús getur gert að banka og sagt, Björgvin, má ég koma inn til þess að hreinsa hjarta þitt hið innra og til þess að fjarlægja illgresið hið ytra. Engin þvingun, heldur bara beiðni það að mega segja, syndir þínar, Björgvin, eru þér fyrirgefnar. Og auðvitað ætti svar okkar að vera já. En við viljum halda ferðinni áfram í gegnum musterið og nú komum við að þeim þætti sem að því miður flestir kristnir á þessari jarðarkúlu hafna. Endurfæðingu heilags anda. Flestir, til þess að vitna í Ellen White, myndu taka við fyrirgefningunni án þess að þiggja heilagan anda sér til hjálpar. En Davíð sagði, Guð, ef þú tekur þinn anda frá mér, þá mun ég endurtaka þetta og þá ég búinn að vera. Og hvað segir Faðir vorið? Fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Það bara heilagur andi sem getur komið þess til leiðar í mínu hjarta. Það engin annar sem getur gert það. Og skírnin, þvottakerið, áminning það að skírnin bæn góða samvisku. Og góða samviskan kemur þegar andinn hefur knúð mig til játningar eins og andinn knúði Davíð og Davíð sagði við Natan, ég maðurinn. Ég maðurinn sem stal lambinu og drap eigandann. Þess vegna fékk Davíð að halda stöðu sinni, bæði gagnvart Guði og þjóð sinni. Einhver hefði sagt í dag,
Hann hefði átt að segja af sér. En það sem að Kristín Lára las fyrir okkur í dag er þetta, að við öðlumst fyrirgefningu fyrir trú. Og svo segir í næstu setningu í Rómarbréfinu 5, það gefur okkur aðgang að heilagum anda. Og heilagur andi vill fylla hjarta okkar af kærleika. En hér verði ég að fá að segja eitt, vinir, og það á grundvelli ritningarinnar. Guð hefur ekki gefið okkur heimild til þess að skilgreina hvað er kærleikur. Það er til endalausar skilgreiningar á kærleika í popheiminum, í dægurlögunum, í alls konar sálmum sem er í gangi í dag, sem hefur ekkert með Guðs kærleika að gera yfir höfuð. Í Korinthubréfinu 13. kafla segir, kærleikurinn er langlyndur. Hann er góð viljaður. Hann öfundar ekki. Hann er ekki montinn. Hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér aldrei ósæmilega. Er ekki eigingjarn. Hann reiðist ekki. Er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt. Hann umber allt. Hann trúir öllu og vonar allt. Trúir öllu. Kærleikurinn er ekki heimskur í þeirri merkingu að hann trúir hvaða vitleysu sem er. Og Martin Luther, sá ágæti siðbóta maður, hann hjálpaði mér til að skilja þennan texta að kærleikurinn trúir öllu. Kærleikurinn, þegar hann hittir þig í fyrsta sinn, þá treystir hann því að þú sett heiðarleg, ærleg, góð og kærleiksrík persóna. Honum dettur ekki í hug að efast þitt ágæti, en það gæti breyst þegar að þú opinberar hver þú ert eftir því sem tíminn líður. Og ég ætla að leyfa mér að segja við ykkur að þegar við Ásta rákum saman skóla, ég gerði það ekki einn, að þá var þetta viðhorf okkar til nemandans. Þegar hann kom í skólan. Þú ert heiðarlegur, þú ert sannur, þú hefur ekkert gert að þér, þú ert góð stúlka, þú ert góður strákur og þar til annað kemur í ljós mun þetta vera viðhorf okkar til þín. Og ég get sagt ykkur það að okkur fannst, ég held ég leyfi mér að segja okkur, fannst lífið verða miklu léttara. Í staðan fyrir að vera að fylla heilan af, já, kannski, ef til vill, og svo einhverja sögusagnir og svo eitthvað blaður og svo eitthvað baktal og svo eitthvað svona mannsmorðs yfirlýsing í orðum og athöfnum. Þannig að þessi skilgreining á kærleikanum er alveg yndisleg. Og það er bara heilagur andi sem getur þvegið eigingirnina í burtu og komið kærleikanum að í lífi okkar í staðinn. Það er ekkert annað sem getur hjálpað okkur þar. Þá komum við hérna að altarinu í hinu heilaga. Það lítur svona út. Og þetta altari, kæri vinur, skiptir okkur jafn miklu máli eins og altari fyrirgefningarinnar. Þetta er altari tilreiknaðs réttlætis. Og leyfðu mér eina ferðina enn að vitna í þrá aldanna. Guð sér ekki okkar gölluðu lindisengun.
Hann sér okkur íklædd til reiknuðu réttlæti Jesú Krists og þess vegna fullkomin í Guðs augum. Eins og Ellen White segir í Ættfeðraspámenn, fyrir fyrirgefningu og fyrir tilreikna réttlæti og hjálp heilags anda eigum við að nálgast Guð. Og ég verð að játa það að þegar ég skildi þetta loksins, þá varð mitt kristna líf miklu, miklu léttara og auðveldara að eiga við. Ljósastikan, hún í raun og veru þú, úr hreinu gulli. Það ekkert annað í þessari ljósastiku en hreint gull. Og olían heilagur andi. Og kveikurinn, hver heldur að hann sé? Hann var tekinn úr klæðum prestana, hvítu klæðum prestana, og táknaði réttlæti Jesú Krists. Þegar heilagur andi býr í þér, sem nú orðin gull í Guðs augum, af því að fyrirgefningin búin að hreinsa þig og tilreikna réttlætið komið í staðinn fyrir þitt eigið réttlæti, þá getur þú orðið öðrum ljós en einungis ef heilagur andi til staðar í lífi þínu og ljós kveikurinn kærleiki Jesú Krists. Ekkert annað fegurra en líf Jesú Krists. Og ef hann fær að endurspeglast í þínu lífi fyrir kraft heilags anda, þá mun fólk taka eftir því að hér góður einstaklingur á ferðinni. Leyfðu mér að gefa þér einfalt dæmi frá Tyrifjord skólanum í Noregi þegar ég vann þar. Það var strákur sem vann í potta uppþvottinum, leiðinlegur og latur. Mætti aldrei á réttum tíma, röflaði meðan hann var að þvo pottana og skildi þá jafnvel eftir illa þvegna og labbaði svo í burtu. Svo var það dag einn að frú Takli, eða fröken Takli, nú reyndar, kom til mín og sagði við mig, hvað hefur gerst með þennan strák? Það veit ég ekki, sagði ég veit það ekki. Hann var þá búinn að vera í skírnadeildinni í góðan tíma. Og hún segir svona við mig, veistu það að hann mætir alltaf á réttum tíma. Hann þvær pottana alveg svakalega vel. Og þegar hann búinn að þvo alla pottana, þá spyr hann, það eitthvað meira sem ég get gert? Og svo kveður hann. Vinir, svona virkar heilagur andi. Það ekki flóknara en þetta. Fortjaldið. Við erum brátt á leiðarenda. Hér eru skráðar allar misgjörðir okkar mannanna á þetta fortjald. En leið og þú biður fyrirgefni og einhverju sem þú gerðir en hefðir ekki átt að gera, þá misgjörð þín hulin blóði. Hún hulin fyrirgefningu. Og á friðþægingadeginu mikla, þá það að loknum þeim degi að þetta forhengi tekið niður og það kveikt í því. Við höfum bæði ummæli frá Ellen G. White þetta og frá gyðingunum sjálfum. Hugsið ykkur að öll mín mistök í gegnum alla mína ævi verða fjarlægð svo rækilega að þeim verður breytt í ösku sem enginn getur sett saman til að lesa upp á nýtt.
Og hér Jesús mættur í hinu allra helgasta, takt eftir naglaförunum í höndum hans og reykelsiskerið fyrir framan hann. Hann með skjöldinn á brjósti sér og ég veit ekki hver þinn steinn en ég veit að steinninn hennar ástu minnar amethyst, það ekki rétt hjá mér? Og hann þarna á brjóstskildinum og þar eru skráð nöfn allra barna Jesú Krist, þitt líka. Og hann þarna með nafn þitt á brjósti sér við hjarta sitt til þess að verja þig fyrir ákærum hins illa. Og svör Jesús við ákærunum ég dó, hér eru naglaförin, reykelsið, hér mitt réttlæti, þetta tilreiknast mínu barni og Guð Faðir segir að viðkomandi sé fullkominn í sínum augum og þess vegna frelsaður alla eilífð í Jesú nafni. Amen.